Björgun Hellnakirkju hófst með höfðinglegri gjöf frá hjónunum á Bjargi. Hellnakirkja er fyrir margar sækir merkileg. Í nágrenni hennar er eini pílagrímsstaður kaþólikka á Íslandi og þá eru sterk tengsl við list á staðnum. Hvað er í gangi hérna hjá okkur í Hellnakirkju? Ef við ekki bara koma inn og kíkja Kíkjum á þetta. Já, það er komið í gang heljarna verkefni. Já. Að svona ná henni til fyrra horfs, eða jafnvel betra, þessari, rúmlega 70 ára gamlu kirkju. Hérna hefur náttúrulega verið kirkja í 150 ára eða eitthvað. En hún var verulega farin að láta ásjá. Hún var aðeins þreytt, nýtur hérna smá stuðnings. Já, það var að spenna hana saman og það þarf að klæða hana alveg upp á nýtt. Það er ekki sómi að því hvernig riðið og klæðningin er allt. Þannig að þetta er heilmikið verkefni sem á eftir að taka svolítið tíma af því að okkur langar líka til þess að breytinni hérna innan þannig að hún svona sómi sér sem svona einhver svona klassísk svona bárjárs timburkirkja og sé ekki alveg föst í tíma svona 60 og eitthvað. Einn af fyrstu hlutunum sem kom inn á Þjóðminjasafnið fyrir 150 árum var útskorin lítil mynd úr þessari sókn og við höfum fengið samþykki Þjóðminjasafnsins til þess að gera endurgerð af henni. Við erum með, þetta er Maríumynd á hvalbeini sem að tengir okkur líka við þá söguna. Hérna er einhver svona útskurðar pæling og einhver svona, við erum hérna rétt hjá lífslind Hellnamanna sem er pílagrímastaður kaþólikka sem Maríulindin sjálf og þetta ætlum við að reyna einhvern veginn að verða einni heild sem að fólk geti notið. Þú talar list hérna, miklu listamenn með muni hérna inni sem hafa skapað þessa list sem er hérna inni. Það er líka mikill listamaður sem hvílir hérna í garðinum. Já. Sko, hérna erum við með skírnarfont eftir Ásmund Sveinsson, Dieter Roth hvílir í garðinum. Kjarval átti jörðina hérna vestur frá og gerði marga myndir hérna á jöklunum og fræg saga af því hann hafi gefið Hellnakirkju síðast þegar það var verið að byggja þar upp. Verk á svona tombólu, þar sem var verið að reyna fjármagna, það sem var verið að gera. Við höldum eiginlega áfram svolítið með þessa hefð af því að þetta er dýrt ferli, heildarfjármagnunin á þessu og við þurfum að vekja athygli á því með til dæmis því að bjóða listinni hér inn að vera hluti af þessu samhengi. Og hér var prestur fyrir það leyti sem að kirkjan var flutt og þá var hér prestur Kjartan Kjartansson, faðir Ragnars Kjartanssonar eldri og Ragnar Kjartansson yngri og kona hans Ingibjörg og sem sagt dóttir Ragnars, Inga Sigga og dóttir hennar. Þau ætla að sýna hérna í sumar. Þetta er allt hluti af því að beina sjónum fólks að hlutverki þessara kirkju og söguna af því að þegar okkur er annt eitthvað og eitthvað er helgidómur að þá vill fólk kannski leggja því eitthvað lið að það sómi sér vel og við vitum bara hvað margar kirkjur út á landi og landsbyggðinni eru perlan á staðnum sem að sómi sér og bæði aðdráttarafl fyrir ferðafólk og stolt þeirra sem að það búa. Og sérstaða þessara kirkju hér á Sunnanverðu Snæfellsnesi er að þetta er í eina þéttbýlinu, sjávarplási, þar sem er lítið samfélag sem að hún gegnir hlutverki sem kjarni þess líka. Það er fjölskylda sem er því nátengd sem að ýtir því af stað að við getum komist í þetta verkefni og það er mjög höfðingleg gjöf inn í sem að ýtir því ferli af stað að við getum byrjað. Við erum alltaf að muna að þetta er fyrst og fremst kirkja þeirra sóknar og þess samfélag sem er utanum hana. Þannig að það væri bara að byggja nýja kirkju sem ætti að vera tourist attraction og hafa hana eins og maður vil. Þannig að þetta þarf alltaf að vera í samhengi og flæði við
við það að hún þjóni sínu hlutverki sem kirkja samfélagsins. Síðan búið að stofna sjóð, er það ekki? Jú. Og þó að sóknin sé fámenn, að þá eru það vonast þess að fá fleiri sem að hafa áhuga og kannski einhverja tilfinningar hérna til hellna sóknar þess að taka þátt. Já, menningarsjóðurinn, sem sagt, hann tekur þátt í þessu verkefni með því að greiða fyrir alls konar hlutum og búa til samhengi sem að dregur athyglina að því að þetta verkefni sé í gangi og að það sé stórt og mikið. Menningarsjóðurinn er ekki bara til þess að halda utan að Hellnakirkja komist í samt horf. Það eru fleiri menningarviðburðir og kirkjutengdir viðburðir sem að menningarsjóðurinn mun koma að. Aðalatriðið er það að það er svona mörgum andum að það séu svona perlur í hverju samfélagi sem eru oft tengdar kirkjustöðum og við viljum bara vera farvegur fyrir að það geti gerst, að fólk geti launað sínu byggðarlagi eða sínum ættarstað eða annars slíkt einhvern veginn með einhverju framlagi sem að verði að gagni með því að vera til prýði og með því að vera staður sem að fólk vil stoppa á og fólk tekur með sér eftir ferðalagið minningu vá, ég sá þessar litlu perli þarna.